ég kona sem hefur upplifað fátækt á eigin skinni, ég þekki þetta, ég er best fyrir því og allt annað fólk á lista, þannig að við erum upprisa hérna verst settu fyrir bættum kjörum, við erum að koma fram með raddir okkar í þessa umræðu og við ætlum að taka völdin, við ætlum að setjast við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar, fólki sem að upplifir óréttlæti samfélagsins, það að rísa upp og það er það sem að framboðið okkar byggir á. Það kom bara of lítið, of seint, þannig sjáum við þetta. Við höfum bara beðið og það eru áform en það er ekkert, við erum ennþá í þessum húsnæðisvanda. Þetta er mesta húsnæðiskreppa síðan eftir stríð. Þurfum að bíða lengi eftir strætó, þurfum að bíða í biðskiljum þar sem að veðráttan er bara slæm. Við erum að komast á milli kannski 2, jafnvel 3 vinnustaða. Þannig að við viljum koma meira að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar samgöngurnar sem við almenningur eigum að nota en ekki að planið komi einhvers staðar ofanfrá frá fólki sem að kannski treystir ekki einu sinni á strætó. Það sitja ekki öll börn við sama borð og við viljum að öll börn geti tekið þátt í skólanum óháð efnahag eða uppruna eða bakgrunn foreldra. Þannig að núna rísum við bara upp gegn óréttlætinu og segjum hingað og ekki lengra því að það gengur ekki að hér sé bara fólk sem er algjörlega bara búið á því að hugsa börnin okkar. Þetta bitnar á börnunum, þetta bitnar á foreldrum, þetta bitnar á starfsfólkinu og við viljum ekki reka þannig borg. Já, það er gaman að heyra hvað að verða allir rosa sósíalískir svona rétt fyrir kosningar og koma með mjög svona félagslegar lausnir á hlutunum en þetta er dálítið svona umræða sem að við hinn verst settu upplifum að við erum ekki spurð þegar að vera að leysa mál og það er ekki tekið tillit til okkar hagsmuna þegar mál eru leyst. Því að fólki sem að hefur ekki beint þessa reynslu á hvernig kerfi borgarinnar eru hreinlega ekki að virka, það er kannski ekki best statt til að fara að segja til hvernig eigi að laga. Við ætlum að færa völdin til fólksins og við erum fólk sem hefur upplifað valdaleysi. Þetta eru láglaunafólk, verkafólk, eftirlaunaþegar, innflytjendur, öryrkjar og annað fátækt fólk. Við viljum ekki móta samfélagið að hagsmunum hinna ríku og valda miklu því þannig eru samfélag brotið niður. Við viljum móta það að þörfum hinna verst settu og sagan hefur sýnt að barátta hinna verst settu hefur fært okkur alltaf góða í samfélaginu.